segi þennan fund bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs settan. Þetta 300. og 3. fundur bæjarstjórnar og haldinn 7. nóvember. Og fyrir fundinum liggja alls 12 dagskrárliðir. En áður við byrjum á þeim fyrsta langar með að gera tillögu minni að Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi leysi sitjandi forseta af ef hún þarf að taka til máls í pontu. Eru einhver mótmæli við því? Nei, glæsilegt. Þá það fyrsti dagskrárliður og það fjárhagsáætlun 2020 til 2023 og það Björn Ingimarsson sem tekur til máls. Forseti og góði fundarmenn. Hér með lögð fram til fyrri umræðu tillaga fjárhagsáætlun Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2020 auk 3 ára áætlunar fyrir árin 21 til 23 fyrirgefið ásamt greinargerð. Að ræða annars vegar A-hluta bæjarsjóðs og hins vegar samantekin A- og B-hluta. Vinna við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020 hófst að venju síðastliðið vor með því að starfsnefndir sveitarfélagsins settu fram drög að fjárhagsáætlun. Í framhaldi af þeirri vinnu samþykkti bæjarstjórn rammaáætlun fyrir árið 2020 í júní síðastliðnum og sú vinna grunnur af þeirri áætlun sem hér til umfjöllunar. Starfsmönnum, fulltrúi í bæjarstjórn og fulltrúi í fagnefndum sveitarfélagsins hér með þakka þeirra framlag við fjárhagsáætlunarvinnuna. Sú fjárhagsáætlun sem hér til umfjöllunar einkennist af þeim áherslum sem unnið hefur verið samkvæmt undanfarin ár. Það að haga rekstri sveitarfélagsins í samræði við þann efnahag honum búinn en að standa jafnframt vörð lögbundna þjónustu og þróa hana samfélaginu til hagsbóta. Lykilmarkmiðin 4 sem bæjarstjórn hefur haft að leiðarljósi undanfarin ár óbreytt en þau jafnvægi á milli samanlagðra tekna og gjalda á B-hluta á hverju 3 ára tímabili. Samkvæmt fyrirliggjandi áætlun umræddur jöfnuður áranna 2018 til 2020 jákvæður 881 milljón króna fyrir samstæðuna og 507 milljónir króna fyrir A-hluta. Framlegð rekstrar samstæðu, þar að segja EBITDAn svokallaða, skal vera á bilinu 15 til 20%. Samkvæmt fyrirliggjandi áætlun fyrir árið 2020 verður framlegðar hlutfall A-hluta 13,8% en samstæðu 20,4%. Veltufé frá rekstri nemi ekki lægri fjárhæð en sem nemur afborgunum og vöxtum af langtímalánum. Samkvæmt fyrirliggjandi áætlun mun veltufé frá rekstri í samstæðu nema 869 milljón króna en afborganir skuldbindinga 555 milljónum. Í A-hluta mun veltufé frá rekstri nema 532 milljónum en afborganir vegna skuldbindinga 385. Skuldir og skuldbindingar samstæðu fari ekki yfir 250% af skilgreindum tekjum og samkvæmt fyrirliggjandi áætlun verður skuldaviðmið samstæðu 121% í árslok 2020 og undir þeim viðmiðunum sem kröfur gerðar samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Skuldaviðmið samstæðu fór niður fyrir 150% árið 2018 samkvæmt fyrirliggjandi ársreikningum þess árs. Framangreind viðmið hafa á undanförnum árum verið tekin alvarlega og hefur verið lögð mikil áhersla á það við vinnu fjárhagsáætlana. Árangur þessara markmiða hefur þegar sýnt sig því tekist hefur að laga rekstur sveitarfélagsins að breyttum aðstæðum, treysta fjárhag þess og gera það betur í stakk búið til að mæta þörfum íbúanna í framtíðinni. Helstu niðurstöður fjárhagsáætlanar þessar. Gert ráð fyrir að heildarskatttekjur á milli áranna 2019 til 2020 hækki 5%. Miðað við útkomuspá launa fyrir árið 2019 gert ráð fyrir 5% hækkun á milli áranna 2019 og 2020. Stöðugildi áætluð 287 samanborið við 280 2019. Framlegðin eða EBITDAn í A-hluta áætluð 627 milljónir eða 13,8% og 1.025 milljónir eða 20,4% í samstæðu. Rekstrar niðurstaða A-hluta samkvæmt fyrirliggjandi áætlun fyrir árið 2020 jákvæð 205 milljónir króna og í samstæðu 365 milljónir. Heildarfjárfestingar á vegum eignarsjóðs á árinu 2020 áætlaðar 272,5 milljónir króna og bera þar hæst framkvæmdir við leikskólann Hádegishöfða og viðbygging við íþróttamiðstöðina á Egilsstöðum. Gert ráð fyrir að framkvæmdir við þessi 2 verkefni ljúki 2022
og muni heildarframkvæmdakostnaður vegna þessa nema 695 milljónum króna. Gert ráð fyrir að framkvæmdum við uppbyggingu aðstöðu í sláturhús og safnahúsi samkvæmt samningi við ríkið menningarhús verði lokið árið 2022 og muni heildarframkvæmdakostnaður nema 436 milljónum króna en á móti muni koma framlag frá ríkinu upp á 307 milljónum króna og fyrirframgreiðslur vegna afnota upp á 120 milljónum króna. Á næstu 4 árum gert ráð fyrir að verja 157 milljónum króna til gatnaframkvæmda en á móti munu koma tekjur af gatnagerðargjöldum upp á 60 milljónum króna. Hitaveita Egilsstaða og Fella gerir ráð fyrir að fjárfesta 184 milljónum króna næsta ári að stærstum hluta í heildarlausn og útrásum fráveitu að aukir og vegum hef unnið að endanlegri kostnaðaráætlun vegna ljósleiðara væðingar í dreifbýli og mun sú áætlun liggja fyrir á næstunni. Til félagslegra íbúða gert ráð fyrir að verja 23 milljónum króna í endurbyggingu eigna, gert ráð fyrir 145 milljón króna lántöku hjá A-hluta vegna fjárfestingu á árinu 2020. Ekki gert ráð fyrir lántökum hjá Hitaveitu Egilsstaða og Fella til að mæta fjárfestingum en þegar liggja fyrir áætlanir til að mæta fjárfestingum þegar liggja fyrir áætlanir En við endur með ljósleiðaraverkefnisins verður tekin ákvörðun hvernig það verkefni verður fjármagnað. Á árunum 2021 til 2023 eru heildar fjárfestingar samstæðu áætlaðar 1,6 milljarðar króna eða tæpir 1,7 milljarðar króna og lántökur áætlaðar 400 milljónum króna árið 2021 en að fjárfestingar vegna áruna 2022 og 2023 verði alfarið fjármagnað með eigin fé. Þegar litið til þeirra innviða sem til staðar í sveitarfélaginu mun það miða við framangreinda fjárfestingaráætlun verða vel í stakk búið til að mæta aukinni grunnþjónustu sem fjölgun íbúa og þróun þjónustu mun mögulega kalla á. Það er grundvallaratriði að rekstri sveitarfélagsins sé stýrt í samræmi við framsett markmið og þær áætlanir sem þau hafa getið af sér. Séu niðurstöðu tölur í rekstri Fljótsdalshéraðs undanfarin ár skoðaðar þá kemur í ljós að þetta hefur okkur tekist. Rekstur sveitarfélagsins er traustur í dag og með hliðsjón af fyrirliggjandi áætlunum eru horfur á því að svo muni einnig verða á komandi árum. Innviðir samfélagsins hér eru sterkir og svo uppbygging sem hér hefur átt sér stað og að eiga sér stað til þess fallin að viðhalda og efla þjónustuna við íbúana. Þannig verður tryggt að Fljótsdalshérað verði áfram aðlaðandi búsetu kostur. Ég mun ekki fara hér nákvæmar en ég hef þegar gert yfir þær stærðir framkoma í framlagðri tillögu fjárhagsáætlun enda hún nú þegar aðgengileg kjörnum fulltrúum og verður það öðrum og heimasíðu sveitarfélagsins. Og með vísan til framansags og fyrirliggjandi gagna fjárhagsáætlun Fljótsdalshéraðs fyrir árin 2020 til 2023 hér með lögð fram til fyrri umræðu. Takk. Björn Ingimarsson, bæjarstjóri, hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundamenn. Bara örstutt langar mig að koma hér upp undir þessum lið fjárhagsáætluninni og ég hef ekki stóru við það að bæta sem að bæjarstjóri Björn Ingimarsson hefur farið hér yfir en ég fæ ekki setið í sæti mínu öðruvísi eða fæ ekki setið vel í sæti mínu. Mér langar til þess að koma hérna upp og fagna því mjög hvernig okkur hefur tiltekist á undanförnum árum og Björn kom ágætlega inn á það að ná niður skuldum sveitarfélagsins í gegnum tíðina og ná tökum á fjármálum sveitarfélagsins og hvað þýðir þetta? Nákvæmlega það sem að hann fór yfir. Við erum í stakk búin til þess að auka í fjárfestingar í sveitarfélaginu án þess að auka skuldir. Við erum jafnframt að halda áfram að lækka þær. Það eru jú þarna inni lántökur en þær eru lægri heldur en það sem við erum að greiða niður. Það er stóra málið í þessu og bæjarstjóri nefndi það náttúrulega. Þetta er allt til þess að efla þetta samfélag og efla innviðina þannig að þetta góða samfélag hér
verði ennþá betra. Og ég er kannski eins og gömul plata, ég ætla að vera það áfram, en mér er hugsað til þess að þessi kjörtímabil, já þetta er þriðja allavega kjörtímabilið sem við erum búin að vera að vinna að þessum hlutum. Og þessi árangur hefði ekki náðst nema vegna þess að í gegnum tíðina hefur verið ótrúlega góð samstaða í þessum málum. Og það ber að virða það líka hvernig starfsmenn sveitarfélagsins hafa hjálpað okkur, kjörnum fulltrúum, til þess að vinna að þessum málum, og það hefur verið bara gegnum gangandi samstaða í sveitarfélaginu að vinna að þessu. Og þetta er niðurstaðan og hún er að mínu viti mjög svo glæsileg að við skulum vera í þessum sporum. Það er ekkert sjálfgefið og á þessu er hægt að byggja til framtíðar. Eigi allir sem að þessu hafa komið bestu þakkir skildar. Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Máli endalaust. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir fundarmenn. Ég vil sömuleiðis undir þessum lið fagna þeim árangri sem við sjáum hér í fjárhagsáætlunum fyrir komandi ár og taka undir það með bæjarfulltrúa Gunnari Jónssoni að þessi árangur hefði ekki náðst nema fyrir samstillt átak hér sveitarstjórnar allrar á liðnum árum og ekki sé nú minnst á starfsmenn okkar. Mér finnst ekki ónýtt í raun og veru að geta lagt fram svona fjárhagsáætlun nú þegar við stefnum inn í sameiginlegt sveitarfélag. Ég held að sé svolítið mikilvægt að við getum komið þar inn með einmitt svona áræðanlega og góða fjárhagsáætlun sem sýnir trausta stöðu og tækifæri sem að í raun og veru ættu þá að eflast enn frekar við sameininguna. Auðvitað eru kannski ákveðnar blikur á lofti. Við sjáum það í áætluninni að skatttekjur útkomuspá fyrir 2019 hvað varðar skatttekjurnar er töluvert lakari heldur en kannski var gert ráð fyrir. Mér skilst að þetta séu sveiflur sem er mjög erfitt að sjá fyrir eða nákvæmlega reikna út að verði, en við vonandi getum enga síður haldið okkar stríki með til dæmis þær fjárfestingar sem fyrirhugaðar eru og framkvæmdir á næstunni. En þetta er góður árangur sem við höfum auðvitað öll hér og auðvitað má maður ekki gleyma því að bæjarbúar hafa auðvitað tekið þátt í þessu verkefni á undan gengnum árum af því að þeir hafa auðvitað ekki farið varhluta hjá þeim aðhaldsaðgerðum sem hefur þurft að beita. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Ég er svo sem ekki miklu við þetta bæta. Ég vil bara taka undir hvert einasta orð þeirra bæjarfulltrúa, Gunnars Jónssonar og Bjargar Björnsdóttur. Það er mjög ánægilegt að sjá hvað árangur hefur náð og sérstaklega finnst mér, ég aðeins dreipa á það, að við skulum geta og ætlum okkur að klára þessi stóru verkefni eins og íþróttahúsið og leikskóla á næstu árum án þess að fjárhagur sveitarfélagsins fari á koll, og sama á með hitaveituna. Við erum að fara þessi stóru verkefni og við virðumstum alveg ráða við þetta. Þannig að ég er bara mjög ánægð með þetta og þetta er náttúrulega bara sameiginlega okkur öllum að þakka íbúum sveitarfélagsins. Auðvitað getur vel verið að það séu kannski einhverju sem að hefði viljað sjá kannski eitthvað meira gert svona í götum og eitthvað, en það er sama, þetta eru stór verkefni og koma okkur allan til góða. Þannig ég er bara mjög ánægð með þetta og mér finnst bara að vera bjart framöndan hjá okkur í
í sameiningu stærra sveitarfélags. Gunnhildur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu. Málið ennþá laust. Ef ekki fleiri vilja kveða sér ljós, þá loka ég mælendaskrá og þá vil ég bera tillöguna fram eins og hún var lesin og kynnt hér áðan fjárhagsáætlun 2020 til 2023. Þeir sem eru samþykkir gefa merki á rétt upp hönd. Takk fyrir, samþykkt samhljóða. Og þá göngum við til annars liðar, en það er fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshérað 487. fundur. Þar er engin liður sem er sérstaklega tekin út, en þannig ég legg þessa fundargerð fram til umræðu. Ef einhver vill kveða sér ljós. Ef svo er ekki, þá loka ég mælendaskrá og áður við höldum áfram langar mig að vekja athygli á lið 2.4 og 2.6 en þar er afgreiðsla bæjarráðs staðfest. Þá er það þriðji liður og það er fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs og það er Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, gott fundafólk. Fundargerð bæjarráðs sem ég ætla að fara hér yfir og kynna er númer 487. Hún er í 15 liðum og mér sýnst vera 5 liðir sérstaklega teknir út. Og það er þá fyrst liður 3.3 viðaukar við fjárhagsáætlun 2019. Á fundi bæjarráðs fór bæjarstjóri yfir fund sem hann og nokkri starfsmenn Fljótsdalshéraðs áttu með forsvarsmönnum Hattar, þar sem farið var yfir rekstur meistaraflokka félagsins. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að sveitarfélagið veiti viðbótar framlag á árinu 2019 vegna starfsemi meistaraflokka félagsins upp á krónur 7,5 milljónir. Framlagið verði fært á lið 06820 framlag til Hattar. Á móti verði fjármagni tekið af lið 27010. Þetta hefur ekki áhrif á áætlaða rekstrarniðurstöðu sveitarsjóðs en skráist sem viðauki 5. Þá er hér liður 3.5 fundargerð númer 269 Hitaveita Egilsstaðafella og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykki beiðni Hitaveitu Egilsstaðafella að haldinn verði auka aðalfundur HEF fyrir lok nóvember. Framkvæmdastjóra HEF falið að boða til fundarins og útbúa dagskrá. Jafnframt samþykki bæjarstjórn að Björn Ingimarsson fari með umboð og atkvæði Fljótsdalshéraðs á fundinum. Bara aðeins til þess að skýra af hverju þessi fundur er. Það er eingöngu vegna þess að það þarf að skipta aðalmann í stjórn þar sem einn af aðalmannum hefur flutt af svæðinu. Þá er hér liður 3.7 Norræn samstarfsverkefni Betri bæ 2018. Á fundi bæjarráðs var farið yfir reynslu undanfarinna mánaða á aðsókn í viðtalstíma hjá starfsmönnum og kjörnum fulltrúum í samfélagsmiðjunni Miðvangi 31. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að í nóvember, desember og janúar verði lagt upp með að fækka viðtalsdögum í 1 á viku. Þannig að boðið verði upp á opnun á 50 dögum frá klukkan 12 til 18. Jafnframt verði fleiri starfsmenn og kjörnum fulltrúar til viðtals á opnunartíma viðkomandi dag. Jafnframt samþykki bæjarstjórn að óska eftir því að þann hóp sem komið hefur að framkvæmd verkefnisins að hann útfæri frekar þessar hugmyndir.
liður 3.12 40 ára afmæli Menntaskólans á Egilsstöðum fram kom að í tilefni afmælis afhendi Fljótsdalshéraðs Menntaskólanum mynd frá fyrstu skóflustungu vegna bygginga ME og jafnframt mun sveitafélagi framvegis kosta viðurkenningar sem veittar verða útskriftarnemum sem hafa að mati skólastjórnenda lagt sérstaklega mikið af mörkum í félagsstarfi nemenda eða samfélagsmálum almennt. Og eftirfarandi tillaga lögð fram með þessu. Bæjarstjórn staðfestir framangreinda ákvörðun bæjarráðs óskar Menntaskólanum og Egilsstöðum til hamingju með 40 ára afmæli skólans. Og þá hér að lokum 3.15 umsagnarbeiðni tillögu stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019 til 33 og aðgerðar áætlun fyrir árin 2019 til 23, 148. mál. Umsögn vegna tillögu stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árið 2019 til 33 og aðgerðar áætlun fyrir árin, já þetta nú endurtekið hérna fyrir gefiði, þetta hausinn hér. En eftirfarandi tillaga fylgir þessu. Bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði Fljótsdalshéraðs og lýsir yfir stuðningi við tillögu stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga og telur hana til þess fallna að efla sveitarstjórnarstigið til framtíðar. Bæjarstjórn áréttar fyrri yfirlýsingar þar sem fram kemur meðal annars það sé fagnaðarefni að fyrir liggi stefnumótun í málefnum sveitarfélaga. Bæjarstjórn leggur áherslu á að vanda skuli til verka við flutning verkefna frá ríki til sveitarfélaga, sérstaklega hvað fjármögnun varðar, sem og að endurskoðun á tekjustofnum sveitarfélaga sé þörf og að þeim verði fjölgað. Nú ég hef farið yfir þessa fundargerð eða þá liði sem út eru teknir en hún að öðru leyti lögð hér fram til umræðu og afgreiðslu. Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og mælendaskrá opinn undir þessum lið. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, aðrir fundarmenn. Mér langaði rétt að koma hér upp undir lið 3.7 þetta norræna samstarfsverkefni sem við höfum verið í og nánar tiltekið þessa tilraun með opnunartíma í Blómabæ, miðvangi 31. Ég er nú búin að vera þarna 2 sinnum á vakt og mér hefur fundist þetta svolítið skemmtilegt að vera þarna og mér finnst þetta í raun og veru þó að ég hafi nú heyrt að það eru mismargir sem líta við. En þá hefur mér samt fundist þetta, í þau skipti sem ég hef verið, þá hefur komið bara þó nokkuð af fólki og það hefur komið með ábendingar og tillögur sem við höfum auðvitað tekið áfram og fært hér inn til viðkomandi sviða. Þannig að ég er algjörlega sammála því að við fækkum þessum dögum, þessi viðtalsdögum. Ég held að það muni kannski jafnvel bara bera betri árangur en ég held klárlega að þetta sé eitthvað sem við eigum að halda í. Mér finnst svolítið gott að bæjarbúar gangi að því sem vísu að á einhverju tilteknum dögum geti þeir gengið að starfsmönnum og kjörnum fulltrúum og átt við þá samtal. Ég veit að auðvitað hér í gegnum tíðina hefur verið alls kyns form á þessu, það hefur verið auglýstir viðtalstímar og slíkt en kannski hendar þetta bara ekkert síður vel að fólk í allavega þeim tilfellum þar sem ég hef verið þá hefur fólk jafnvel verið á leiðinni úr bónus og bara ákveðið að líta við. Það er ekki eins kannski hátíðlegt eins og að panta sér viðtal upp á bæjarskrifstofum við kjörin fulltrúa. Þetta er svona
fólk lítur inn, það er líka ákveðin forvitni það hvernig á að nýta húsið og margar hugmyndir sem að koma það og ég held að þetta sé allt af hinu góða. Það var nú ekki fleira. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Ef ekki fleiri kveða sér til hljóðs, þá lokaði mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu einstaka liða. Það er þá fyrst liður 3.3, viðaukar við fjárhagsáætlun 2019. Þeir sem eru samþykkir gefið merki og lyftu upp hendi. Takk fyrir samþykkt samhljóða. Þá er það liður 3.5, fundagerð 269. fundar Hitaveitu Egilsstaða á Fella. Þeir sem eru samþykkir gefið merki og rétt upp hönd. Takk fyrir samþykkt samhljóða. Og svo er það liður 3.7, norrænt samstarfsverkefni. Þeir sem eru samþykkir gefið merki og rétt upp hönd. Takk fyrir samþykkt samhljóða. Og svo er það 3.12, 40 ára afmæli Menntaskólans á Egilsstöðum. Þeir sem eru samþykkir gefið merki og rétt upp hönd. Takk, samþykkt samhljóða. Og að lokum er það 3.15, umsagnarbeiðni tillögu stefnumótandi áætlun málefni sveitarfélaga. Þeir sem eru samþykkir gefið merki og rétt upp hönd. Takk fyrir samþykkt samhljóða. Og áður en við höldum áfram, þá vil ég vekja athygli á lið 3.11, en þar er afgreiðsla bæjarráðs staðfest. Og rétt áður en við byrjum á lið 4, langar mig aðeins að árétta hérna undir fyrsta dagskrárlið, þar sem tillagan var lögð fram. Það var jafnframt samþykkt í bæjarstjórn jafnframt að boða til kynningafundar fjárhagsáætlunina 5. 14. nóvember kl. 17 í Egilsstaðaskóla. Það er stórglæsilegt. Þá erum við komin að 4. lið og það er fundagerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs og það er Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Gjörðu svo vel. Já, forseti, góður fundamenn. Fundagerð bæjarráðs sem hér er tekin fyrir er númer 488. Hún er í 15 liðum og 4 eru sérstaklega teknir út. Og það er hér fyrst 4.7, sóknaráætlun Austurlands 2020 til 2024, samráðsferli. Og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði og hvetur íbúa sveitarfélagsins til að kynna sér markmið sóknaráætlunarinnar og senda inn ábendingar í samráðsgáttina. 4.9 sjúkraflug. Á fundi bæjarráðs fór Björn Ingimarsson yfir fyrri umfjöllun og umræður varðandi sjúkraflug á Austurlandi. Framkom hjá honum að einungis ein sjúkraflugvél er starfrækt í landinu, sem gerður út frá Akureyri. Í ljósi þess eru augljóst að upp geta komið mjög alvarleg staða ef útköll koma á sama tíma á mismunandi landsvæðum. Og eftirfarandi tillaga fylgir hér. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs tekur undir með bæjarráði og áréttar að brýnt er að komið verði upp aðstöðu fyrir hluta útgerðar þyrlusveitar Landhelgisgæslunnar á Egilsstaðaflugvelli eða að þar verði staðsett sérstök sjúkraþyrla til að sinna bráðatilfellum á þessu landsvæði. Bæjarráð leggur áherslu á að mótuð verði sem fyrst framtíðarstefna í sjúkraflutningum. Þá er það liður 4.11, skólprinsi virki Árhvammi. Í bæjarráði var lagt fram erindi og athugasemdir frá íbúum við Árhvam, Reynihvam og einbúa Blávarðandi hreinsivirki við Árhvam, undirritað af Gunnlaugi Hafsteinsinni. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram
að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að vísa erindinu til skipulags og byggingarfulltrúa og felur honum að taka sama svör við þeim spurningum sem fram koma í erindinu. Jafnframt erindinu vísa til HEF sem fer með rekstur fráveitunar. Bæjarstjórn leggur áherslu á að reynt verði eftir fremsta megni að koma í veg fyrir þá lyktarmengun frá hreinsvirkjunu sem kvartað undan. Þá það liður 4.12, aðalfundur skólaskrifstofu Austurlands 2019, lagt fram fundarboð aðalfundar skólaskrifstofu Austurlands sem boðað föstudaginn 8. nóvember kl. 16 á Djúpavogi. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að Björn Ingimarsson fari með umboð og atkvæði Fljótsdalshéraðs á fundinum. Ég hef farið þá yfir þessa liði sem eru sérstaklega teknir út úr þessari fundagerð, en áður en ég hverf hér úr punktu þá langar mig aðeins að ræða frekar lið 49 sjúkraflug. Kannski segir hér í tillögunni og aðdraganda tillögunar allt sem segja þarf, en þar kemur fram að það aðeins ein starfandi sjúkraflugvél í landinu. Og það þarf nú kannski ekki miklar flækju til þess að sjá það að þetta getur skapað mjög krítisk eða komið upp mjög krítisk tilfelli, nákvæmlega eins og hér stendur að það kannski útkall á Vestfjörðum á sama tíma og hér kæmi upp veikindi eða alvarlegt slys. Og þetta í sjálfu sér óásættanlegt fyrir okkur á þessum landshluta að búa við þetta. Það held ég sé nokkuð ljóst. Hvað ég segja, hátækni sjúkrahúsin eru ekki staðsett hér nær okkur og þau eru annars vegar náttúrulega í Reykjavík og hins vegar þá á Akureyri, og það auðvitað skilyrðislaus réttur okkar íbúa hér á þessu landsvæði að þegar og ef og þegar, og það veit allir að við vitum aldrei hvenær það þurfum virkilega á þessu að halda, að þá sé hægt að greina ástand viðkomandi einstaklings sem allra fyrst og koma honum svo í þá bestu meðferð og það bestu lausnir sem hægt við þessar aðstæður á Íslandi. Til þess þurfum við sjúkraflug og öruggt sjúkraflug. Og það meira í þessu, þegar í þessari tillögu líka hnykkt á því að við eigum að knýja enn frekar, þó að það sé búið að gera það árum saman, að hér sé staðsett í björgunar þyrla eða þá sjúkraþyrla. Betra held ég persónulega að það væri björgunarþyrla, því að það eru ótrúleg, ég ætla að segja, forréttindi fyrir þá íbúa sem búa á suðvesturhorninu fram yfir það sem víða annars staðar á landinu. Landhelgisgæsla rekur margar þyrlur, björgunarþyrlur, og þær eru komnar af stað í hvelli og hafa bjargað mörgum mannslífum og fólki í vanda stöðugt á þessu svæði sem það spanna best til eða ná auðveldast til. En hér á Austurlandi, svo við höldum okkur við það, erum við ekki með þessa þjónustu svo nær okkur. Það tekur ákveðin tíma að koma þyrlu hér austur, og detti nú einhver og fari illa hér í fjallgöngu hér, þá tekur það langan tíma að koma þyrlu og kippa honum upp, en þessar þyrlur eru í tíma og ótíma á suðvesturhorninu að tína upp slasa fólk til dæmis bara úr Esjunni. Við eigum skýlausa kröfu á þessari þjónustu að mínu viti, og það ekki nóg með það, síðan hér stórt svæði, hafsvæði austur af landinu sem á ég að segja, nota orðið óvarið. Það engar þyrlur sem að ná inn á það, 1, 2 og 3.
þegar þar kom upp. Það var síðast í gær eða fyrradag. Ætla hafi ekki verið á Breiðafirði frekar Faxaflóanum. Þar var keypt upp 3 sjómönnum úr sökkvandi bát. Ég ætla bara að leyfa mér, þó að það sé leiðilegt að segja, hefði þessi bátur verið að sökkva hérna fyrir Austaland, þá voru þessar bjargir ekki til staðar. Við hljótum að gera þessa kröfu að fá þessa þjónustu hér. Og þetta er bara mikilvægt líka til þess að fólk sem hér býr finnir sig öruggt hérna. Og það er kannski stóra máli. Við eigum öll sama rétt til öryggis í þessu landi. Gunnar Jónsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og mælendaskrá er opinn. Berglind Harpa Svavarsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, góði fundamenn. Mér langar að koma upp undir þessum lið 4.9 og er fyllilega sammála öllu sem að bæjarfulltrúi Gunnar Jónsson sagði og mér langar bara að koma til að ítreka þetta ennþá frekar. Það er náttúrulega, þegar gerist bráðerindi eða hvað annað, þá er mikil bið. Það er mikil bið eftir þessu eina sjúkraflugi, þessari einu sjúkraflugvél sem er í boði. Og hvað þá ef hún er upptekin, þá þurfum við að vera ansi vel búin til að takast á við bráðatilfelli eða hvað sem er. Og þess vegna vil ég bara ítreka það að hér erum við staðsett við flugvöllinn og sinnum þessu bráðatilfellum og það vantar mikið upp á og til þess að aðstæðan sé nærri því nógu góð hér til tækjakaupa og við fáum lækna hér sem eru kannski ekki vanir því að vera svona út á landi og svona fjarri bráða þjónustu, svona tækni í sjúkrahúsunum og við verðum bara að efla þessa þjónustu og þannig að læknum líði vel í starfsumhverfinu okkar hér og hér erum við flugvöllinn og við þurfum bara að byggja upp aðstöðu til bráðatilfelli á Egilsstöðum og hvað þá þegar ef biðin verður löng þá verðum við að vera með réttu tæki og tól og góðan starfskraft sem að líði vel í þessu umhverfi og getur í rauninni sinnt þessum bráðaerindum. Þannig að þetta er náttúrulega bara hræðilegt að heyra, þetta sé bara ein vél og ég hugsa að fólk gerir sér ekki grein fyrir því og við erum bara fjölgandi hér á þessu svæði og allt land og það þarf ekki mikið til að hún verði upptekin sjúkraflugvélin og við verðum bara að vera mjög ákveðin í þessu að móta þessa framtíðarstefnu í sjúkraflutningum og fá þessa þyrlu hjá okkur, þannig bara ítrekum þetta og við erum bara ákveðin í þessu máli. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er þessi sami liður sem er 4.9, já. Sjúkraflug. Mér langaði aðeins að rifja það upp að það var lengi vel, ég er nú að reyna að fullvissa mig að það sé í raunverulega dottið út. Það var lengi vel í ályktunum Sambands sveitarfélaga á Austurlandi að það í tengslu við Egilsstaðaflugvöll ætti að koma hér upp, byggja upp aðstöðu fyrir hluta þyrluútgerðar Landhelgisgæslunnar. Ég er svolítið smeyk að þetta hafi dottið út á kannski síðustu, nei þetta er hér inni sem er mjög jákvætt og það sem mér langaði til þess að segja er að auðvitað eigum við öll að leggja svolítið á árar bæði Sambands sveitarfélaga á Austurlandi og sveitarfélögin hér að halda þessari kröfu á lofti því að það er nú mikið rætt núna nauðsyn þess að byggja upp Egilsstaðaflugvöll og komið í raun og veru ákall á það bæði frá flugrekstraraðilum eins og Icelandair Group og samtökum íslenskra atvinnuflugmanna og mér sýnist alveg einboðið að það verði byggð upp
aðstaða samhliða þeirri uppbyggingu fyrir þyrluútgerð. Það myndi svo sannarlega eins og báðir bæjarfulltrúarnir Gunnar Jónsson og Berglind Harpa Svavarsdóttir komu inn á, auka öryggi á þessu svæði mjög til muna ef að það væri staðsett hér einhver hluti af þeirri þyrluútgerð sem að Landhelgisgæslan er með. Og ég get svo sem líka tekið undir það með bæjarfulltrúa Gunnar Jónssoni að mín vegna mætti það alveg eins vera sjúkraþyrla bara þegar þetta sé tryggt. En mér finnst einhvern veginn borðleggjandi tækifæri verði farið í sem við auðvitað vonum vinnu við að byggja upp Egilsstaðaflugvöll og Akureyrarflugvöll á bara vonandi sem allra fyrst. Ég heyri það allavega innan úr þingi að það krafum það að það verði settir fjármunir í þá uppbyggingu, að þá verði þetta hluti af þeirri uppbyggingu hér á Egilsstaðaflugvelli. Björk Björnsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Eru fleiri? Þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu einstaka liða. Og það er þá fyrst liður 4.7. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem eru samþykki gefið merki. Takk fyrir, samþykkt samhljóða. Þá er það liður 4.9. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin hér áðan og kynnt. Þeir sem eru samþykkir gefið merki. Takk fyrir, samþykkt samhljóða. 4.11. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem eru samþykkir gefið merki. Takk fyrir, samþykkt samhljóða. Það var 4.12. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin hér áðan og kynnt. Þeir sem eru samþykkir gefið merki. Takk fyrir, samþykkt samhljóða. Og áður við göngum til 5. liðar, þá vil ég vekja athygli á lið 4.10 og 4.14, en þar er afgreiðsla bæjarráðs staðfest. Þá er það 5. liður og það er fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar og það er Guðfinna Harpa Árnadóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, gott fundafólk. Ég ætla að fara hérna yfir 121. fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar. Fundargerðin er í 18 liðum og þar af eru 9 liðir teknir út. Þar er fyrst undir lið 5.2 sem er fjárhagsáætlun umhverfis- og framkvæmdanefndar. Þar höfum við tekið fyrir fjárhagsáætlun umhverfis- og framkvæmdanefndar undir lið 1 í fundargerðinni, en við tökum þarna út og gerum tillögu varðandi sorphirðugjöld og hún hljómar svona: að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn 2,5% hækkun á sorphirðu og sorpeyðingargjöldum fyrir árið 2020. Þá er það næst liður 5.3. Það er urðunarstaður á Tjarnalandi. Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá tillaga að umhverfismarkmiðum vegna sorpurðunar í landi Tjarnalands. Umhverfismarkmið á að endurskoða á 4 ára fresti og hér er eftirfarandi tillaga lögð fram: að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að framlögð umhverfismarkmið fyrir urðunarstaðina Tjarnalandi. Þá er það næst liður 5.5 sem er starfsleyfisdrög haust sem eru sett hér í auglýsingu fyrir aðveitustöðvar Landsnets. Þar er eftirfarandi tillaga lögð fram: að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar gerir bæjarstjórn ekki athugasemd við starfsleyfisdrögin sem eru til umsagnar vegna aðveitustöðvar Landsnets. Þá er það næst hér liður 5.8 sem er umsókn stöðuleyfi fyrir vinnubúðir við Iðjusel 3 vegna viðgerðar á Lagarfljótsbrú. Og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram: að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að veita vegagerðinni stöðuleyfi fyrir vinnubúðum við Iðjusel 3 vegna vinnu við viðgerð á brú yfir Lagarfljót. Þá er það númer 5.9 hér sem er umsókn byggingarlóð. Það er umsókn úthlutun lóðar númer 3 við Faxagerði. Þar er eftirfarandi tillaga lögð fram: að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að úthluta Karolu Björk Tjerskovski Orlof lóð númer 3 við Faxagerði. Þá er það liður 5.12 sem er umsókn Bláargerði 47-49 eða innköllun á leyfi vegna Bláargerðis 47-49 öllu heldur.
Þar er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að innkalla lóð við Bláargerði 47-49 og felur byggingafulltrúa að ganga frá því máli. Liður 5.13, það er umsókn lóð við Klettasel 24 og það er sömuleiðis innköllun og leyfi vegna lóðar við Klettasel 24 og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn að innkalla lóð við Klettasel 24 og felur byggingafulltrúa að ganga frá málinu. Og þá er það hér liður 5.17 sem er fundargerð 152. fundar heilbrigðisnefndar Austurlands og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs tekur undir umsögn heilbrigðisnefndar Austurlands drög að reglugerð skráningarskyldan atvinnurekstur sem að óbreyttu hefur í för með sér flutning á verkefnum frá sveitarfélögum til ríkisins. Sveitarfélag myndi ekki hafa beina aðkomu að ákvarðanatöku að heimila þá atvinnustarfsemi sem frumvarpið tekur til, auk þess sem óhagræði fylgir því að atvinnustarfsemi þurfi að skrá starfsemi sína hjá einum eftirlitsaðila, Umhverfisstofnun, en séu undir eftirliti annars sem eru heilbrigðisnefndir. Þingheimur er hvattur til að breyta drögunum þannig að starfsemin sé skráð hjá viðkomandi heilbrigðisnefnd áður en hún hefst og að ekki verði heimilt að hefja skráningarskyldan atvinnurekstur fyrr en skráning hefur farið fram, skráningargjald greitt og viðkomandi heilbrigðisnefnd hefur staðfest að aðstaðan uppfylli þau skilyrði sem hana gilda og sé í samræmi við skipulag viðkomandi sveitarfélags. Sömuleiðis tekur bæjarstjórn undir athugasemdir heilbrigðisnefndar Austurlands við frumvarp breytingu á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir. Gera verður betur grein fyrir áhrifum þess á afkomu sveitarfélaga á sama hátt og gert er varðandi afkomu ríkissjóðs. Verði frumvarpið að lögum í óbreyttri mynd skerðast tekjur heilbrigðiseftirlits Austurlands vegna eftirlitsskyldra starfsemi 12%. Gera má ráð fyrir að útgjöld sveitarfélaga geti aukist í takt við minnkandi tekjur eftirlitsins þar sem þau bera fjárhagslega ábyrgð á rekstrinum. Að síðustu er hér liður 5.18 sem er eldvarnaskoðun í Brúaraskóla. Þar liggur fyrir tillaga frá Vodafone að nýrri staðsetningu töfluskápa við Brúaraskóla. Þar er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykkir bæjarstjórn nýja staðsetningu töfluskápa að gefinni jákvæðri umsögn frá Brunavörnum og Austurlandi. Fleiri er ekki tekið út hér í þessari fundargerð en fundargerðin að öðru leyti lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Takk. Guðfinna Harpa Árnadóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og málið er laust undir þessum 5. lið. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá göngum við til afgreiðslu einstakra liða og við byrjum á lið 5.2 og tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem eru samþykkir réttu upp hönd og gefið merki. Takk fyrir samþykkt samhljóða. Þá er það liður 5.3 en tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem eru samþykkir gefið merki. Takk fyrir samþykkt samhljóða. Þá er það liður 5.5. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem eru samþykkir gefið merki. Takk fyrir samþykkt samhljóða. Þá er það liður 5.8. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem eru samþykkir gefið merki. Takk fyrir samþykkt samhljóða. Þá er það liður 5.9. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem eru samþykkir gefið merki. Takk fyrir samþykkt samhljóða. Þá er það liður 5.12. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem eru samþykkir gefið merki. Takk fyrir samþykkt samhljóða. Þá er það liður 5.13 en tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem eru samþykkir gefið merki. Takk fyrir samþykkt samhljóða. Liður 5.17 en tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem eru samþykkir gefið merki. Takk fyrir samþykkt samhljóða. Og að lokum þá er það liður 5.18 og tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem eru samþykkir gefið merki. Takk fyrir. Og langar að benda á að liðir 5.10 og 5.15 þar er ákvarðisla umhverfis- og framkvæmdanefndar staðfest. Þá er það 6. liður en það er fundargerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs
og það er Berglind Harpa Svavarsdóttir sem tekur til máls. Forseti, góðir fundarmenn. Ég ætla að fara hér yfir fundargerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs nr. 281. Fundargerðin er í 12 liðum og 2 liðir teknir út. Fyrir liðurinn er liður 6.9, fjárhagsáætlun fræðslusviðs 2020. Vísað er til afgreiðslu undir lið 1 í þessari fundargerð varðandi fjárhagsáætlun fræðslunefndar 2020. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir eftirfarandi gjaldskrártillögur fræðslunefndar sem gert er ráð fyrir í fjárhagsáætlun nefndarinnar. 2,5% hækkun leikskólagjalda frá 1. janúar 2020. Frá sama tíma hækkar systkinaafsláttur úr 25% í 35% og áfram verður 3. barn í leikskóla gjaldfrítt. Hækkun tónlistarskólagjalda 2,5% frá og með skólaárinu 2020 til 2021. Bæjarstjórn beinir jafnframt ábendingum fræðslunefndar varðandi uppbyggingu tækni í skólum til undirbúningsstjórnar að sameiningu sveitarfélagana til úrvinnslu. Seinni liðurinn er þá 6.11 sem er tekin út. Það er þjónustusamningur vegna náms barna með lögheimili í Fljótsdalshreppi. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu fræðslunefndar samþykkir bæjarstjórn að segja upp núgildandi þjónustusamningi við Fljótsdalshrepp leikgrunn og tónlistarskóla í samræmi við ákvæði þar Fleira var ekki tekið úr fundargerðinni og hún er lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Berglind Harpa Svavarsdóttir, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og mælendaskrá er opin. Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði rétt að koma hér upp undir lið 6.9 og í raun og veru árétta það sem að þær ábendingar sem rætt er í tillögunni sem að hér fyrir liggur, þær ábendingar fræðslunefndar sem varða uppbyggingu tækni í skólum. Það er væntanlega bæjarfulltrúum í fersku minni að fræðslunefnd á síðasta vetri vísaði þessu máli inn til bæjarráðs þar sem að verkefni var að þeirri stærðargráðu og það var einhvern veginn ljóst að núverandi rammi fræðslunefndar myndi ekki rúma það nema til kæmi viðbótar fjármagn. Bæjarráð ákvað að vísa málin í raun og veru inn í fyrirhugaða sameiningu, þar að segja að það væri gert ráð fyrir ákveðnu fjármagni í uppbyggingu innviða frá Jöfnunarsjóði í tengslum við sameininguna og menn skyldu horfa til þessa verkefnis þá. Og að því lúta nú ábendingar fræðslunefndar að þessu sinni, það er að segja að við leggjum þunga áherslu á það að nú standi menn svolítið vörð þetta verkefni og setji uppbyggingu tækni í skólum þessa nýja sveitarfélags í algjöran forgang við skiptingu fjármagnsins frá Jöfnunarsjóði sem ætlað er til innviða. Þetta er náttúrulega fjöreykið okkar, skólarnir og nemendurnir og staðan er einfaldlega svo að minnstakosti hér á Fljótsdalshéraði og ég held að mér sé óhætt að segja að staðan sé síst betri í grunnskólum hinna sveitarfélagana 3 að skólarnir okkar eru bara hreinlega orðnir svolítið á eftir hvað varðar þessa nútímalegu kennsluhætti og samkeppnishæfi í því að vera og kunna að nýta sér nýjustu tækni og vísindi eins og þetta hérna fyrir eina tíð. Ég held að við verðum að við getum ekki látið þetta verkefni rúlla á undan okkur enn árabil eins og það hefur nú gert í þó nokkuð fjölda ára, heldur verður að fara að vinna eitthvert markvisst plan það hvernig eigi að bæta úr. Skólarnir hér hafa svo sannarlega gert það, grunnskólarnir 3 hafa lagt fram 5 ára áætlun þar sem að þau eru búin að setja þetta niður yfir ákveðið tímabil og ég held að
ekki bara undirbúningsstjórnin heldur ný sveitarstjórn í þessu sveitafélagi verði að taka þetta og setja ákaflega framarlega þegar kemur að því að skipta þessu innviða fjármagni. Og ástæðan fyrir ég kem nú upp og ítrekka í raun og veru þessi orð fræðslunefndar, það að við vitum það alveg að það eru gríðarlegar væntingar til þess að það verði ýmsar úrbætur þegar að verður til nýtt sveitarfélag og það er engin vafi í mínum huga að það verður, kannski ekki að segja slegist, en alltaf því þetta fjármagn. Og ég held að við getum ekki setta í verðugri málefni heldur en unga fólkið okkar og skólana. Það líka, af því ég talaði nú hér sérstaklega grunnskólana, það rétt að árétta að það líka verið að tala uppbyggingu tækni í í leikskólum. Það líka í ábendingum fræðslunefndar að talað að það sé að verða mjög mikið lífspursmál að fjölga starfsmönnum við upplýsingatækni á miðlægu sviði til að sinna þjónustu við skólastofnanir. Í dag þetta einn maður sem á bæði að sinna tölvuþjónustu hér við hina miðlægu stjórnsýslu og halda utan allavega í Egilsstaðaskóla einhverjar 400 tölvur þar og síðan tölvurnar í Fellaskóla og tölvurnar í Brúaraskóla og tölvurnar í öllum leikskólunum. Ég held að það þurfi nú ekki neitt sérstakann snilling til að átta sig á því að einhvers staðar hlýtur að vera pottur brotinn þegar kemur að þjónustustiginu þarna. Þannig ég vildi nú bara árétta þetta og brýna hina nýju undirbúningsstjórn sem við ætlum nú held ég að velja hér og eftir 3 fulltrúa í hana til þess að hafa þetta mjög á bakvið eyrað og jafnvel bæði eyrun. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Ef ekki fleiri óska eftir að taka til máls, þá göngum við til afgreiðslu einstakra liða. Og það er þá fyrst liður 6.9. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem eru samþykki gefi merki. Takk fyrir, samþykkt samhljóða. Og næst er það liður 6.11. og tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem eru samþykki gefi merki. Takk fyrir samþykkt samhljóða. Þá erum komin að 7. lið, en það er fundargerð atvinnu- og menningarnefndar og það er Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn, ég ætla að kynna hér 94. fundargerð atvinnu- og menningarnefndar. Hún er í 5 liðum og það eru 4 teknir út. Fyrst er það liður 7.1. Menningarstyrki Fljótsdalshéraðs 2020. Fyrir liggja reglur úthlutun menningarstyrkja, tillaga að auglýsingu og hugmyndaskiptingu fjármagns til úthlutunar til menningarverkefna. Atvinnu- og menningarnefnd samþykkir fyrir sitt leyti framlög til menningarstyrkja á árinu 2020. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar felur bæjarstjórn starfsmanni nefndarinnar að auglýsa til umsóknar menningarstyrki fyrir 16. nóvember 2019 sem stefnt er að verði afgreiddir fyrir 1. febrúar 2020. Síðan er það liður 7.2. Atvinnumálasjóður Fljótsdalshéraðs reglur og eyðublöð og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir tillögu atvinnu- og menningarnefndar varðandi breytingar á reglum atvinnumálasjóðs í samræmi við gildandi sveitarstjórnarlög. Liður 7.3. Snorraverkefni 2020 beiðni stuðning. Fyrir liggur bréf frá Snorrasjóði dagsett 10. október 2019 þar sem óskað er eftir stuðningi við framkvæmd Snorraverkefnisins árið 2020. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykkir bæjarstjórn að verkefnið verði styrkt krónur 75.000 sem tekið verði af liði 0589 á árinu 2020. Vonast er til að ungmenni á vegum verkefnisins heimsæki Austurland. Og að lokum er það liður 7.5. Störf stofnana ríkisins á landsbyggðinni. Fyrir liggur tölvupóstur dagsettur 24. október 2019 frá
frá Sigrúnu Hólm Þorleifsdóttur þar sem hvatt er til þess að stjórnvöld bindi ekki skrifstofustörf við ákveðna bæjarkjarna. Og eftirfarandi tillaga lögð fram: bæjarstjórn tekur undir með atvinnu- og menningarnefnd og minnir á stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar varðandi byggðaaðgerðir á landsbyggðinni, þar sem talað er að ráðuneyti og stofnanir ríkisins skuli auglýsa störf án staðsetningar eins og kostur er. Starfsmenn nefndarinnar falið að koma erindi þessu til ráðuneytis samgöngu og sveitarstjórnarmála. Nú að öðru leyti þá bara fundargerðin lögð fram hér til umræðu og afgreiðslu. Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Sigrún Hólm Þorleifsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Kæru fundamenn, ég ætlaði bara aðeins að segja frá þessari tillögu varðandi atvinnumálasjóð Fljótsdalshéraðs. Það sem stendur að bæjarstjórn samþykkir tillögu atvinnu- og menningarnefndar varðandi breytingar á reglum atvinnumálasjóðs í samræmi við gildandi sveitarstjórnarlög. Og þetta var nú í rauninni bara þannig að vísan í lögin var röng. Það var bara vísað í gömul sveitarstjórnarlög, þannig að það var í rauninni eina breytingin. Einnig vildi ég ræða hérna erindi sem ég sjálf sendi inn varðandi störf stofnanir ríkisins á landsbyggðinni, en það er núna í gildandi samkomulagi ríkisstjórnarinnar að vera ekki að auglýsa störf með skilgreinda staðsetningu. Og við rákum bara augun í núna í starf sem bara losnaði hérna á Austurlandi, og það var sérstaklega tilgreindur bæjarkjarni hérna á Austurlandi, og það er bara ekki í takt við þessar byggðaaðgerðir sem þeir hafa sjálfur sett upp. Þannig að það var svona kveikjan að þessum lið, þannig að við vildum bara svona ítreka það. Takk. Sigrún Hólm Þorleifsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið er enda á laust. Ef ekki fleiri óska eftir að taka til máls, þá göngum við til afgreiðslu einstakra liða. Og það er þá fyrst liður 7.1, en tillagan er bornu eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem eru samþykki gefi merki. Takk fyrir, samþykkt samhljóða. Þá er liður 7.2, en tillagan er bornu eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem eru samþykki gefi merki. Liður 7.3, tillagan er bornu eins og hún var lesin og kynnt hér áðan, og þeir sem eru samþykki gefi merki. Takk fyrir, samþykkt samhljóða. Þá er liður 7.5, tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem eru samþykki gefi merki. Takk fyrir, samþykkt samhljóða. Og áður við förum í næsta lið, þá vil ég benda á að liður 7.4, þar er afgreiðsla atvinnu- og menningarnefndar staðfest. Þá erum við komin í 8. lið og það er fundargerð félagsmálanefndar, og það er Berglind Harpa Svavarsdóttir sem tekur til máls. Forseti, góði fundamenn. Ég ætla að fara hér yfir fundargerð félagsmálanefndar nr. 176. Fundargerðin er í 6 liðum og 1 liður tekin út, liður 8.2, umsókn fjárstuðning. Í félagsmálanefnd var fjallað beiðni Bergsins, Headspace, styrkað upphæð 350.000 krónur til starfsemi Bergsins, þar sem jafnframt er gefinn kostur á því að starfsmaður Bergsins komi austur og kynni starfsemina fyrir ungmennum svæðisins. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu félagsmálanefndar samþykkir bæjarstjórn að styrkja Bergið Headspace 100.000 krónur af lið 0281, auk þess að greiða fyrir flugmiða starfsmann Bergsins kemur austur. Félagsmálanefnd vill beina því til ungmennaráðs að standa að kynningu á starfsemi og þjónustu Bergsins í samráði við félagsmálastjóra og stjórnendur Bergsins Headspace. Fleira er ekki tekið út og fundargerðin lögð fram til umræðu afgreiðslu. Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 8. lið. Ef enginn óskar eftir að taka til máls,
að loka í mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu á lið 8.2 og það er tillagan borin upp eins og var kynnt og lesin hérna áðan. Þeir sem er samþykkir gefur merki. Takk fyrir, samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið 9 en þar er sem sagt liður 9, það er kosning fulltrúa í embætti, stjórnir og nefndir á vegum Fljótsdalshéraðs. Fyrir liggur beiðni frá Sigrúnu Hólm Þorleifsdóttur leyfi frá störfum í atvinnu- og menningarnefnd og fræðslunefnd frá 11. nóvember 2019 til 20. janúar 2020. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn samþykki beiðni Sigrúnar, jafnframt samþykki bæjarstjórn að á meðan Sigrún verður í leyfi verði Ívar Karl Hafliðason aðalmaður í atvinnu- og menningarnefnd og Davíð Þór Sigurðsson varamaður hans. Einnig að Sigurður Gunnarsson verði aðalmaður í fræðslunefnd og Ágústa Björnsdóttir varamaður hans. Bæjarstjórn samþykkir að skipa eftirtalna aðila sem aðal- og varamenn í undirbúningsstjórn vegna sameiningar Borgarfjarðarhrepps, Seyðisfjarðarbæjar, Fljótsdalshéraðs og Djúpavogs. Aðalmenn yrðu þá Björn Ingimarsson, Anna Alexandersdóttir og Kristjana Sigurdóttir. Varamenn Stefán Bogi Sveinsson, Gunnar Jónsson og Hannes Karl Hilmarsson. Bæjarstjórn beinir því til undirbúningsstjórnar að taka til skoðunar að gefa varamönnum seturétt á fundi hennar. Þá ætla ég að opna, það var orðið laust undir þessum 9. lið ef einhver óskar eftir að taka til máls. Ef svo er ekki, þá langar mig að leggja tillöguna fram og hún er fyrirgefið, tvær tillögur. Þá er sem sagt fyrir tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem eru samþykkir gefur merki. Takk fyrir, samþykkt samhljóða. Og þá er það seinni tillagan. Og tillagan er borin upp og eins og var kynnt og lesin hér áðan. Þeir sem eru samþykkir gefur merki. Takk fyrir, samþykkt samhljóða. Þá er það 10. liður en þar er umsókn framkvæmdaleyfi til skógræktar á Flúðum. Í umfjöllun umhverfis- og framkvæmdanefndar kom fram að tillagan heyrir undir C-flokk í mati á umhverfisáhrifum. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs hefur tekið ákvörðun að umsókn framkvæmdaleyfi til skógræktar á Flúðum skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 og orðið er laust undir 10. lið. Ef enginn kveður sér hljóðs þá ætla ég að leggja þessa tillögu fram og þá er hún borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem er samþykki gefur merki. Takk fyrir, samþykkt samhljóða. Þá er það 11. liður en það er umsókn rekstrarleyfi til sölu gistingar í flokki 2 Hlaðir. Fyrir liggur umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Austurlandi vegna umsóknar rekstrarleyfi fyrir sölu gistingar í flokki 2 að Hlöðum og Helgafelli 4. Umsækjandi er Bókakaffi Hlöðum EHF, forsvarsmaður Greta Sigurjónsdóttir. Fyrir liggur jákvæð umsögn byggingarfulltrúa fyrir allt að 8 gesti og miðast hún við minni gistiheimili. Einnig jákvæð umsögn frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands. Eftirfarandi tillaga lögð fram með vísan til 4. málsgreinar 10. greinar laga nr. 85/2007 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald veitir bæjarstjórn jákvæða umsögn og staðfestir jafnframt að staðsetning staðar sem umsögn lítur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segir til Bæjarstjórn bendir sérstaklega á umsókn byggingarfulltrúa vegna leyfisveitingarinnar. Bæjarstjórn bendir á að eldvarnareftirlitið og vinnueftirlitið skila sínum umsögnum beint til sýslumanns. Og málið er laust undir 11. lið. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá ætla ég að bera þessa tillögu upp og hún er
sem sagt borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem eru samþykkir gefið merki. Takk fyrir samhljóða. Þá er það 10. liður, umsókn rekstrarleyfi, fyrirgefi, ég er alveg að hugluð. 12. liður, það er umsókn rekstrarleyfi til veitinga í flokki 2, bókakaffi Hlöðum. Fyrir liggur umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Austurlandi vegna umsóknar rekstrarleyfi fyrir sölu veitinga í flokki 2 að Hlöðum. Umsækjandi bókakaffi Hlöðum EHF, forsvarsmaður Greta Sigurjónsdóttir. Fyrir liggur jákvæð umsögn byggingafulltrúa fyrir allt að 25 gesti. Einnig jákvæð umsögn frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands. Eftirfarandi tillaga er lögð fram með vísan til 4. málsgreinar 10. greina laga nr. 85/2007 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, veitir bæjarstjórn jákvæða umsögn og staðfesti jafnframt að staðsetning staðar sem umsókn lítur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segir til Bæjarstjórn bendir á að eldvarnaeftirlitið og vinnueftirlitið skila sínum umsögnum beint til sýslumanns. Og orðið er laust undir þessum 12. lið. Ef enginn óskar eftir að taka til máls, þá var þessi tillaga borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem eru sammála eða samþykki fyrirgefi sínu merki. Þá hefur við lokið yfirferð á þessari dagskrá og ég vil þakka þeir sem fylgdust með útsendingunni, en við rjúfum nú útsendingu. En ég ætla að minna á að fundi er ekki slitið fyrir að búa að fara í fundargerð og undirrita.